Maðurinn sem ráðist var á ekki í lífshættu. Hann hlaut sár á hálsi en áverkarnir reyndust ekki eins alvarlegir og útlit var fyrir í fyrstu. Hann gekkst undir aðgerð í sjúkrahúsi Reykjavíkur í dag. Árásarmaðurinn var gestkomandi í húsinu þar sem árásin var gerð en var horfinn á brott þegar lögreglan kom á vettvang. Stóð hans var rakinn og nokkru síðar var maður þrítugt handtekinn. Hann nú í haldi og til yfirheyrslu hjá rannsóknarlögreglu ríkisins. 7 ára drengur var fyrir alvarlegum augnskaða þegar flugeldur sprakk nálægt honum án þess að fara á loft. Alls leituðu 9 manns á sjúkrahús Reykjavíkur í nótt vegna brunasára. Sérfræðingur á slysadeild segir áramótin þó hafa verið stórslysalaus að mestu. Drengurinn sem meiddist á auga hefur verið í rannsókn á Landakotsspítala í morgun og var svæfður til að kanna áverka nákvæmlega. Að sögn Óla Björns Hannessonar augnlæknis drengurinn blindur á auganu sem stendur vegna áverkans, en tíminn verður að leiða í ljós hvað síðar verður. Já, við vorum á brennu hérna upp í Grafarvogi og fólk var að skjóta hérna flugeldum út allt og sonur minn var að leika sér hérna þegar stóðarnar var að horfa á og hún springur allt í einu og það framan í hann. Fór flugeldunum þá ekki upp í loftið? Nei, hann bara sprakk áður en að fóra upp. Hafdís Guðmundsdóttir telur sök sér að vera með stjörnuljós og blys við brennurnar, en það sé ekki rétti staðurinn til að skjóta upp flugeldum. Flugarnir þeir ætti ekki heima þarna við brennuna þar sem allir þessi fjöldi og börnin að hlaupa út allt, en mér finnst að það ætti ekki að vera þarna. Þá gekkst ung kona undir aðgerð í morgun eftir áverka af völdum blys sem fór í auga hennar. Að sögn Leifs Jónssonar sérfræðings á slysadeild algengast að þeir sem leituðu á slysadeildin í nótt vegna brunasára hafi meiðst á höndum eða í andliti. 10 útköll voru hjá slökkviliði Reykjavíkur í gærkvöldi og nótt og 27 útköll vegna sjúkraflutninga og slysaflutninga, en ekkert af því alvarlegs eðlis. Þetta eins og við að búast áramót að sögn slökkviliðsmanna. Við Stóragerði 16 kviknaði í ruslatunnu í sorpgeymslu og eftir að slökkt hafði verið í þurfti að reyklosa stigagang. Upptök eldsins ókunn. Við Ljósheima og við Háaleitisbraut var svipaða sögu að segja. Eldur komst í ruslatunnu en slökkviliðið réði niðurlögum hans áður en teljandi vandræði urðu. Eldur kviknaði einnig út frá kertaskreitingu við sömu götu. Þá kviknaði í sófa í íbúð við Háaleitisbraut eftir hádegi í dag, væntanlega út frá sígarettuglóð. Nágrannar urðu varir við reyk og kölluðu slökkvilið á vettvang. Íbúar voru sofandi. Íbúðin var reyklosuð og varð engum meint af. Neyðarlínan var tekin í notkun að hluta á miðnætti, en verður tekin í notkun fyrir landið fyrir utan það svæði sem Slysavarnarfélagið sér á morgun klukkan 4. Slysavarnarfélagið mun sjá allt Vesturland, Vestmannaeyjar og austur og vestur Skaftafellssýslu. Nú þegar neyðarnúmerið 112 eða 112 að fullu virt til stjórnstöðvar í Reykjavík fyrir norður og austurland, en fram á morgundag svarar lögregla í þessu númeri annar staðar. 4. stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins var stofnað í gær með sameiningu fiskiðjunnar Skagfirðings og hraðfrystihúss Grundarfjarðar. Fyrirtækið gerir út 6 togara og kvóti þess 10.000 þorskígildistonn. Framkvæmdastjórinn segir að kvótakerfið hafi gert þessa hagræðingu mögulega og hugsanlega fjárfestingu erlendis. Eftir þennan samruna 4 sjávarútvegsfyrirtæki langstærst hér á landi, Grandi, UA, Samherji og Fiskiðjan Skagfirðingur. Ef hins vegar miðað eingöngu við bolfiskfóta Fiskiðjan Skagfirðingur hið 3. í röðinni. Það þarf ekki annað að horfa á húsin hér sem Fiskiðjan Skagfirðingur á til að sjá að hér ræður stórhugur ríkjum. Hér allt mjög snyrtilegt og glæsilegt að sjá og menn horfa hátt. Það þarf að hugsa margt upp á nýtt í samrunanum. Fyrirtæki heitir Fiskiðjan Skagfirðingur bæði á Sauðárkróki og á Grundarfirði. Hver fisktegund aðeins unnin á einum stað og þótt að sé jafn langt á milli Grundarfjarðar og Sauðárkróks og milli Reykjavíkur og Sauðárkróks þá talsvert af fiski ekið á milli. Það vinna 400 manns hjá fyrirtækinu, þar af 300 á Sauðárkróki. En ekki uggur hjá sumum að annar aðilinn gleypi hinn í samstarfinu? Nei, ég held ekki. Þetta hefur gengið mjög vel síðust árin og þetta alveg bara lokapunktur á góðu samstarfi. Já. Hugsanlegt að þið munið stækka fyrirtækið enn frekar? Getur svona fyrirtæki orðið enn stærri en þetta? Það séu 2 stærri? Getur orðið 3, 4?
Það náttúrulega erfitt að spá það, en ef við horfum á síðustu árin hjá okkur 5-6 þá höfum við náttúrulega verið að stækka sífellt eins og önnur stór fyrirtæki í greininni og það getur náttúrulega falist bæði í samvinnu hér innanlands eða þá erlendis. Við eigum eftir að finna okkur samstarf eða möguleika erlendis sem að 3 stærstu fyrirtækin hafa farið í, þannig að það getur hugsanlega verið það sem við myndum skoða næst. Hann telur að kvótakerfi hafi bjargað sjávarútveginum hérna með því að gera mögulegt að svona stór fyrirtæki séu til hérna, þau séu smá á erlenda mælikvarða. Ég hélt því nú fram á ráðstefnu í haust þar sem við vorum að tala um styrki í Evrópu að raunverulega væri kvótakerfi það eina sem við hefum fram yfir samkeppnisþjóðirnar. Frú Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands flutti landsmönnum áramóta ávarp sitt í 16. sinn í dag. Þetta er síðasta ávarpi sem hún flytur áramót í sjónvarpi sem forseti Íslands. Vigdís Finnbogadóttir hóf ávarp sitt með því að minnast þess helsta sem gerðist á árinu og það var greinilegt að þetta var henni efst í huga. Þegar við horfum yfir það ár sem nú er liðið, minnumst við þess á undan öllu öðru að það ár heyrðum við þungan tregaslag. Þetta var ár skelfilegra náttúruhamfara, ár mikilla áfalla fyrir einstaklinga, heilar byggðir, þjóðina alla. Forsetinn vék síðan að því að þetta var í síðasta sinn sem hann flytti landsmönnum áramóta ávarp í þessu embætti. Þessi ár í embætti forseta Íslands hafa verið mér dýrmætur tími og oft til mikillar gleði. Svo ríkrar vinsemdar og gestrisni hef ég notið á ferðum mínum landið, svo mikinn hlýhug hef ég fundið í minn garð að ekki mun mér endast aldur til að þakka það allt sem skildi. Mest fagnaðarefni hefur það jafnan verið að finna hve mikinn stuðning þau hugðarefni sem ég hef borið næst hjarta hafa hlotið hjá þjóðinni, þau mál sem ég freista stundum til að nefna yrkjurnar mínar og snúast ræktun lýðs og lands. Vigdís kom víða við í ávarpi sínu og í lokin gerði hún forsetaembættið að umtalsefni. Ég hef við ótal tækifæri fundið til þess að Íslendingar láta sér annt embætti forseta Íslands. Það leið ljóst að það er ekki sjálfgefið hvernig forsetaembætti skuli sinnt og verður ekki. Þar veldur hver á heldur eins og sjálfsagt er. Ég kveð ykkur kæru landar með bestu þökkum fyrir liðin ár, með góðum vonum og trú á farsæla framtíð íslenskra þjóðar. Fallegt veður setti svip sinn á áramótinum land allt. Heiðskýrt var víðast hvar og fóru margir á brennur. Skipverjar borð í danska herskipinu Veveren fögnuðu áramótunum tvisvar. Fyrst klukkan 11 að íslenskum tíma þegar áramót gengu í garð í Danmörku. 3 fallbyssuskotum var það skotið til heiðurs Dönum og aftur á miðnætti þegar 3 skotum var skotið til heiðurs íslensku þjóðinni. Margir fóru á brennur og logaði glatt. Allan heim fagna menn áramótum og það er eina hátíðin sem allar þjóðir heims eiga sameiginlega, menn fara þó ólíkar leiðir á hátíðahöldunum. Big Ben í London slær 12 og unga fólkið hópast saman í borginni á Trafalgar-torgi til hátíðahalda. Svo hundruðum þúsunda skiptir umhverfi styttuna af Nelson flótaforingja. Í Sarajevo söfnuðust mæður saman
og fóru með jólasveinunum út í kirkjugarð til að leggja blómsveig á leiði látinna barna sinna. Næturklúbburinn Jest tískuklúbburinn í Sarajevo. Þar var Mohamed Sacirbey, utanríkisráðherra, að fagna nýja árinu með Bono, söngvara U2. Hermennir í NATO-hernum í Bosníu héldu upp á daginn eins og aðrir. Þetta eru breskir hermenn sem eru í vesturhluta Bosníu. Á Ítalíu var mikið dýrðir og páfinn messaði í Péturskirkjunni. Á götum Rómar gerðu með sér glaðan dag, svo munaði. Og í Napoli bjögum menn til þennan sérkennilega óróa. Á Rauðatorginu í Moskvu hefur verið haldin vegleg flugeldasýning á gamlárskvöld eins lengi og elstu menn muna. Nú var þar engin flugeldasýning og engin veit af hverju, en fólk lét það ekki á sig fá. Í Sydney í Ástralíu haldin mikil flugeldasýning áramótin við höfnina. Unga fólkið kemur gjarnan saman á Bondi-strönd fyrir utan borgina og þar vill stundum kasta sér kekki með mönnum. 7 hlutum hnífstungur þar í nótt. $250.000 manns komu saman á Fremont-stræti í Las Vegas í nótt og horfðu á mestu ljósasýningu á himni sem sést hefur þar í borg. Við ljúkum þessari ferð í Kaupmannahöfn en þar fögnuðu menn 9 ári á Ráðhústorginu. Kaupmannahöfn verður menningarborg Evrópu á árinu sem að hefjast. Fat konungur Sádi-Arabíu hefur hætt afskiptum af stjórnsýslu landsins og falið hana yngri bróður sínum Abdullah. Fat hefur þó ekki afsalað sér völdum en ætlar að draga sig í hlé eftir mikil veikindi á síðasta ári. Abdullah krónprins, einn af 29 bræðrum Fats sem á lífi, verður hæstráðandi. Abdullah yfirmaður þjóðvarliðsins og þykir íhaldssamari og strangtrúaður en konungurinn. Hann tekur við embætti forsætisráðherra af Fat. Fat konungur hefur verið einn helsti tengiliður Sádi-Araba við Vesturlönd í 3 áratugi og átt stærstan þátt í að móta utanríkisstefnu ríkisins á þessu tímabili. Sérfræðingar í málefnum Sádi-Arabíu búast þó ekki við straumhvörfum í stjórnarháttum þó Abdullah setjist í sæti konungs. Hann hefur verið krónprins frá því að Fat varð konungur árið 1982. Í gær fór fram úthlutun úr rithöfundarsjóði Ríkisútvarpsins eins og venja á gamlársdag. Meðal gesta við afhendingu rithöfundastyrksins var Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands og Björn Bjarnason menntamálaráðherra. Sjóðstjórn ákvað að skipta úthlutuninni að þessu sinni í 2 styrki eins og gert hefur verið undanfarin 4 ár og komu 400.000 krónur í hlut hvors styrkþega. Eiríkur Hreinn Finnbogason, formaður sjóðstjórnar, ávarpaði gesti en gerði síðan grein fyrir niðurstöðu stjórnarinnar. Sjóðstjórnan hefur ákveðið einróma að styrkin skuli hljóta rithöfundarnir Þóra Jónsdóttir og Gyrðir Elíasson. Þóra Jónsdóttir ljóðskáld en Gyrðir Elíasson höfundur bæði sagna og kvæða. Þóra þakkaði fyrir hönd þeirra beggja og sagði meðal annars: Að fást við skáldskap auðvitað sjálfvalið hlutskipti. Það val raunar ekki auðskilið. Jafnvel þeim það gera
verður styrt svör. Það hvorki gróða né frægðar von. Þar ekkert fast land undir fótum. Öflugur jarðskjálfti 7 á Richter reið yfir indónesísku eyjuna Sulawesi í morgun. Í kjölfar skjálftans skall flóðbylgja á sjávarþorpum og hús skemmdust. Ekki vitað manntjón en upplýsingar á skornum skammti enda fjarskipti við eyjuna takmörkuð. Metþáttaka var í gamlárshlaupi ÍR sem þreytt var í 20. sinn í gær. 261 hlaupari tók þátt í gamlárshlaupi Jeringa í blíðskaparveðri í Vesturbæ Reykjavíkur í gær. Þegar Jeringar þreyttu fyrst gamlárshlaup árið 1976 voru keppendur aðeins 10. Hlaupið nýtur æ meiri vinsælda í hittifyrra hlaupi 230 en voru 30 fleiri í gær. Sigmar Gunnarsson, ungmennasambandi Borgarfjarðar, tók forystuna snemma og lét hana ekki af hendi. Sigmar sigraði í gamlárshlaupinu árið 1992 og einnig 1994. Þetta var því 3. sigur hans en aðeins Sigurður P. Sigmundsson hefur oftar sigrað eða 5 sinnum. Vegalengdin sem hlaupararnir fóru í gær 9,5 km. Sigmar Gunnarsson hljóp á 31 mínútu og 8 sekúndum og var 44 sekúndum undan félaga sínum úr ÖMSB, Guðmundi Valgeiri Þorsteinsinni. Jóhann Ingibergsson úr FH varð í 3. sæti. Og hér kemur Sigmar í mark. Marta Ensdóttir ÍR hafði mikla yfirburði í kvennaflokki og sigraði í 8. sinn í röð. Marta hljóp á 32 mínútum og 19 sekúndum og var tæpum 5 mínútum undan Hólmfríði Ásu Guðmundsdóttur, ÖMSB sem var önnur. Sjöleikir voru í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. Úrslit urðu þau að Manchester City vann West Ham 2-1, Coventry og Southampton gerðu jafntefli og einnig Leeds og Blackburn. Liverpool vann Nottingham Forest 4-2 eftir að Forest komst í 2-0. Sheffield Wednesday vann Bolton 4-2, Everton sigraði Wimbledon 3-2, Aston Villa vann Middlesbrough 2-0 en leikur Tottenham og Manchester United stendur yfir. Forngripir eru fluttir út í stórum stíl frá Danmörku því Danir sýna þeim lítinn áhuga. Ríkið reynir þó að sjá til þess að fágætir munir í eigu þjóðarinnar glatist ekki. Uppboðið í Danmörku að jafnaði vel sótt en ekki af Dönum. Helmingur allra gripa sem slegin hæstbjóðandi fluttur úr landi. Lige i øjeblikket vi altså eksportører af antikviteter. They are more expensive to buy in Italy. It's easier to buy here. And so it's cheap here in Denmark. Yes. Flesti gripana rata þó í hendur Svía og Þjóðverja sem hafa góð sambönd við milliliði í Danmörku. Danir virðast hins vegar almennt ekki hafa áhuga á forngripum. Der jo nogen for hvem det betyder mere at have den rigtige bil stående i garagen. Det kan være en Mercedes eller BMW. Men de vil måske gerne nøjes med at have en lader hængende på væggen. Det pænt med gamle møbler, men jeg synes ikke man sidder så godt i dem. Det manglende kendskab til hvor de findes henne og måske også sådan lidt uvished om hvad der foregår og hvordan det foregår. Og det der med at blinke og række armen op og sådan noget, det kun noget man ser i tegneserien. Forngripir streyma því frá Danmörku en sérstök nefnd á vegum danska ríkisins sér þó til þess að fágæti munir í eigu þjóðarinnar glatist ekki. Þeir fjölmörgu sem héldu inn á miðhálendið undanfarna helgidaga fengu frábært veður og færi, einkum í gær og fyrradag. Kerlingafjöllin í fjarska og lág vetrarsólin hafa gefið tónin í hálendistemningunni sem fólk sækist eftir hundruðum saman þegar það fer á fjöll helgi eins og þessa. Það hefur víða mátt sjá röð jeppa á ferð eins og til dæmis í norðaustanverðan Langjökul þar sem þessa myndi voru teknar í gær. Það næstu því fólksbíla fært á ótrúlegustu stöðum, margir jeppar á Hveravöllum þegar komið þangað, harðfenni eða svellum mikinn hluta miðhálendisins og þess vegna nánast minnsta mál í heimi að tylla sér niður við Hveravelli þóttu séum á leið allt annað, við stöndust ekki mátið. Það ekki hægt að segja annað en að gamla árið hafi hvatt fjallamenn sérstaklega vel. Það er kannski ekki að segja blíðlega því að það verið mjög mikið frost hér á hálendinu. En hvað það? Hér hlemmifæri eins og sést og það hefur verið að lenda hér á flugvélinni í Kerlingafjöllum fram að þessu. Þegar þessi orð eru töluð á gamlársdag þá er fullt af fólki hér á Hveravöllum. Sumir reyndar að tía sér til ferðar og fara að burtu. Þeir hafa fengið svo gott hér að undanförnu að þeir ætla sig greinilega vera komnir til Reykjavíkur í faðm fjölskyldunar fyrir gamlárskvöld, enda spáð að versni hér veður og reynda að fara að blása þegar
og þá var hann nú ansi kaldur hérna inn á hálendinu. Og búið mikið frost, er þetta eitthvað met sem stefnir í hérna? Nei, ekki hérna. Það var kaldara í fyrra, það fór mest í 23 stiga frost í þessum kafla sko. Og þá var það bara spurningin hvort að sú hlýnun sem að fylgir nú 9 ári eigi eftir að endast eitthvað áfram. Hlustendur Rásar 2 völdu Magneu Guðmundsdóttur oddvita á Flateyri mann ársins 1995. Úrslit í atkvæðagreiðslu Rásar 2 val á manni ársins voru tilkynnt í gær gamlársdag. Hátt á 400 hlustendur Rásarinnar greiddu atkvæði og 350 manns hlutu atkvæði. Flest atkvæði hlaut Magnea Guðmundsdóttir oddviti Flateyrarhrepps. Hún hlaut 854 atkvæði. Í öðru sæti var söngkonan Björk Guðmundsdóttir og í þriðja sæti var Magnús Skeving þolfimikappi. Fyrsta barnið sem leit dagsins ljós á 9 ári var tæplega 11 marka stúlka sem fæddist á Landspítalanum í Reykjavík klukkan 1 í nótt. Hér sjáum við þá stuttu með starfsmanni vökudeildar Landspítalans en þar hún höfð þar sem hún fæddist rúmum mánuði fyrir tíman. Hún tæpar 11 merkur og 41 cm löng. Fullburða barn 13 til 14 merkur og 50 til 52 cm langt. Foreldrar nýársbarnsins eru kornungir. Móðirinn Sóley Sveinbjörnsdóttir 16 ára en faðirinn Gunnar Ingvarsson 18 ára. Þar með líkur fyrsta fréttatíma á árinu. Við verðum hér aftur á morgun og eftir stuttastund segir hún Þóra nokkur fréttir af veðri. Verið sæl.